Það sem ég ætla að gera hérna í dag núna, að tala leikskólan, en hún Salvur og hann Ólafur og þið ætla að koma inn á svo margt sem ég brenn fyrir og ætla líka að tala í dag. Ég svo glöð að vera hérna í dag, við skulum vera að tala þessi málefni. Þetta svo mikilvægt og ég hamingjusöm að fá að vera hérna með ykkur. Það byrja á því að í leikskólanum Sólborg bæði heyrnarlaus, heyrnarskert og börn og kennarar og ég var beðin að byrja á þessu hér af heyrnarskertum kennara sem með mér að vinna. Nú ætlum ég að prófa hérna. Svona. Þið fenguð þessa glæru stutt. Hún sagði ekki sýna þetta lengi, bara stutt. Og ég ætla að sýna ykkur hana aftur og þá sjáum við betur hvað þetta Og þetta mikil vinna og þetta sem ég þarf alltaf að vera á hreyfingu þegar, já, ég þarf að vera á hreyfingu en ég get það ekki núna. Og þetta einmitt það sem við erum að tala með börn sem missa af og sem ekki fá tækifæri til að njóta bestu hlustunarskilyrða í uppeldi. Þið missa þessum grunn, þið mistu af því það sem þið voru núna að fylla upp í áðan með sjónni. Og af hverju þurfum við þessi betri skilyrði, börnin? Af hverju þurfum við betri skilyrði fullorðnir? Jú, þau að læra og þau að upplifa grunnin. Þau hafa ekki þessar forsendur sem þið höfðu áðan til að lesa og bæta inn í það sem stóð á glærunum. Og ef við hugsum út frá heyrnarlega séð. Og þá segi ég það svo mikilvægt. Við erum með börnin í fangi fyrsta ári, við erum með nálægtum, þau eru nálægt okkur. Við höldum á þeim. Og við erum með þau hér, við erum að syngja, við erum með á skiptiborðinu, við erum með þau nálægt okkur að afi minn og amma mín, út á bakka búa. Og hvað í þau búa? Jú, það að fljúa. Þarna byrjum við strax. Frá 1 og 3 ára, þá eru börnum komin inn í hóp barna, inn á leikskóla eða hjá dagmömmum. Og oft eru þau í, eins og þessi hópi barna. Og þá eru þau samt nálægt kennararnir sitta á gólfinu, reyna að vera eins nálægt þeim og og þau koma til þeirra. Hvað gerist svo? 3 til 4 ára. Þá eru þau komin í stærri barna og fjölmennari barnahóp. Þau eru sjálfstæðari, vinir, jafningjar, þau vilja vera með vinum sínum og og þetta þurfum þau eru komin lengra frá okkur. Og ég með svo mörg dæmi að ég hef verið í ráðgjöf síðastliðin 24 ára út á í leikskólum á landinu og ég með svo mörg dæmi upplifun af þessu hjá börnum og ég var inn á leikskóla og ég hér og það hópur, þetta var ofboðslega gaman, það var enginn háað, þau voru bara að leika og þetta var allt og mörg börn í rýminu. Það stendur kennari eða starfsmaður og að tala við barnið. Mynd. Ég heyrði ekki hvað þau voru að tala Ég náði því ekki hvað barnið var að tala við kennaranum. Eins og ég segi, í leikskóla þá læra börn að þroskast í gegnum leikinn og í samskipti og í hópi barna inn og úti. Þau eru á hreyfingu, þau sitja ekki alltaf við borð og við að kenna þeim. Það ekki þannig. Þau eru á hreyfingu og við erum líka á hreyfingu. Fjöldi barna á deild, það sem hefur verið komið hérna inn á áðan, hefur svo ofboðslega mikið að segja. Af hverju erum við í dag í dag með svona mörg börn inn á deildum? Og þetta hvað allir sem komið, 5 ár síðan að við fórum að rýna í læsistefnu, að við allir leikskólar erum læsistefnu og skólar. Og þá segi ég, góð læsistefna skóla, þarna góð læsistefna hefur þá segi ég alltaf, nóg að vera með góða læsistefnu? Hvað með umhverfi? En ef við líka vera með gott hljóðumhverfi fyrir læsistefnuna. Námsleiði leikskóla og tækifæri fagmennska. Við þurfum fagfólk í leikskóla. Og ég segi þarna líka að þekking og skilningur á heyrnarskilningu, heyrnartækjum, hvað áhrif það hefur að vera með heyrnartæki, hvað áhrif það hefur að þroska og nám barna, bæði mál, félags, tilfinningar og líðan. Og við þurfum að viðurkenna heyrnarskert börn sem heyrnarskert börn.
þau eru ekki heyrandi, þau eru heyrnarskert börn með heyrnartæki. Og það sem ég segi, mér finnst alltaf svo gott þegar börni fara frá okkur og þetta er mín heyrnartæki. Ég elska heyrnartæki mín. Þú ert orðin 6 ára, þú ert að fara upp í grunnskólan, þetta er mín og það er svo gott að vera með þau. Og barn sem færði sig og mjög jákvætt af að annar barn er alltaf að gera eitthvað svona hljóð, nákvæmlega eins og myndbandi sýndi á það, þetta með hávaðan, og hún færði sig bara. Mjög, það er ekki gott að vera þarna, ég ætla að fara annars þar að því heyri betur þar. Svo er annað sem við þurfum líka að vita, lítið barn. Það segir ekki að, er ekki að vanta batteri í tækjum mitt? Nei, við sjáum það hegðun, eða batteri bílað, eða virkar ekki tæki, en það er þroskamerki, við sjáum það þegar þau eru svona 4 ára, þau eru meðvitum að vera með tækin sín, 4 og 5, að þá eru þau, það vantar batteri. Nú, við sjónrænt umhverfi hefur líka mikið að segja, við þurfum að nota sjónrænt umhverfi. Táknmál er líka, tákn með tali eru margir leikskólar með. Við þurfum að hafa dagskipula og þurfum að hafa myndir, þetta er sjónræna. Og ég vil segja þér að kennara sem í gegnum tíðina, sem ég hef farið með ráðgjöf og fræðslu notkun heyrnartækja og hvað það er að vera heyrnarskertur, að þeir segja, okkur vissum við þetta ekki? Okkur var enginn búinn að segja okkur þetta, okkur vissum við þetta ekki bara í lífinu? Og þá er ég meina lítið að sögu að strák sem var að klára leikskólann sinn, hann var 6 ára og mamma hans kom til mig og baði mig að ég ætti ekki til í að fara að hitta hana eins og leikskóla. Hún sjálf er heyrnarsker, þetta fyrir nokkrum árum síðan. Og bara aðeins að heyri í honum. Og ég fyrir inn á leikskólan og hitti fyrst hann og við erum saman og hann segir, og ég segi, hvernig er að vera með heyrnartækin í leikskólan? Það er bara fínt og við vorum að tala vini og hann var fullt af vinum og allt leið. Svo segir það er eitt. Og hún segir, hvað er það? Ég heyri ekkert alltaf þegar ég er að lesa sögu. Það er allt í lagi þegar mamma og pabbi lesa fyrir mig á kvöldin. Og ég fyrir að spyrja hann, okkur heldur að heyrir ekki? Hann sagði, og þá sagði hann, krakkarnir er alltaf að gera svona með stólnum nákvæmlega eins og stelpan var að gera þarna þegar hún var að slá í stólinn. Og þá heyri ég ekki hvað þeir eru að segja, en krakkarnir eru oft svona, og heyrandi krakkarnir voru ókýr og voru að slá í stólana með fótunum og hann þá heyrði hann, mista hana. Og þegar ég fór að tala um þetta við kennarann og segja, þær fór að segja, já hann situr, þetta er bara 10 barna hóp og hann situr í miðjunni og við erum á móti. Og ég sagði þeim þá frá hans upplifun og þá kom þetta, af hverju vissum við þetta ekki? Það hefði verið svo auðvelt að bregðast við og gera eitthvað í málinu. Þekking á hljóðvist, akkurat það sem við erum að tala er svo mikilvægt og heyrnarskerðing er nauðsynleg. Bæði það að þekkja að við vitum hvað er hljóðvist og hljóðumhverfi og einnig heyrnarskerðingu. Og börn geta ekki varið sér sjálfar að hei, það er allt of mikið hávaði hérna. Því þau kannski þau hækka frekar raddirnar. Og þegar maður kemur, þá þurfum bara að öskra á hvort annað, en þið er að leika. Og það eru við fullorðna fólki sem berum þessa ábyrgð að gera eitthvað í þessu. Og barn sem grætur eða börn sem gráta í barnahópnum, við verðum að vita, af hverju er það að gráta? Við verðum að vita hvað þá með hin börnin sem er í barnahópnum. Og á leikskólinn þá er eitthvað sem heitir aðlögur á haustin. Og það eru mörg börn sem gráta því þau vilja náttúrulega bara vera hjá foreldrum sínum. Og við vitum þetta bara þroski. Þannig að við vitum það, þegar þau gráta, að þá er það bara þannig, og þá erum við ekki mikið það sem ég er að segja, að við vitum það er þess vegna sem þau eru að gráta og þá ætla ég ekkert að vera með mikið vitrænt mál. Nú, getan til að hlusta og fylgjast með er háð umhverfinu og það var akkurat þessi dæmisaga með strákinn sem var að reyna að hlusta á sögu. Og öll hljóð sem truflaði kom í veg fyrir að börn heyri tal helst vera hávaði. Og það var, þannig að við þurfum að hafa þetta bak við eyra. Og svo er annað, hvernig eru fyrirmælin og skilabúning gefin? Og barn sem það var barnið í hópnum, hann náði aldrei að setjast að hlera á besta viti sínum. Af því hann misti alltaf á skilabúðunum, hann heyrði þau bara ekki. Þannig að þarna þurfti fólkið þegar þau fengur ráðgjöf varðandi þetta, allir, og nú, horfum á, nú eiga allir að fara fram í mat og þá loksins náðan sætinu við hliðina vini sínum. Og ég er hérna með nokkuð svona heilræði og mér langar aðeins að sýna ykkur hérna, við erum með disk.
Við keyptum þennan disk, diskarnir voru alltaf brotna, við vorum með glerdiska. Og þeir voru brotna, sem við fórum fyrir nokkrum árum síðan og keyptum plastdiska, flott. Hvað gerðist? Við keyptum vitlausa diska. Aha, þeir eru svona hrjúfir, og við krakkar auðvitað þegar maður mörg börn í rýminu, þannig að við tókum, þeir skiptum þeim út og fengum okkur náttúrulega bara aðra diska, það sem að heyrist, þú veist, það heyrist núna því en allt annað mál. Þannig að það er þessi vitneskja, vita hvernig hlutirnir virka og hvað hefur áhrif. Ég segi líka við kennarana, farið inn í rými og gera þetta líka heima hjá okkur. Úps, ég er með gaffalur sem mun eftir þetta. Þannig að farið inn, bara heima, farið inn í rými og lokið augunum. Hvað er það sem ég heyri? Úff, það er sjónvarp, talva, pabbi er að hlusta á útvarpið. Það er einhver að gera þetta og svo kemur einhver og slekkur á einhverju. Hvað þetta er gott. Það er svo gott þegar einhver slekkur. Við erum oft með tónlist í leikskóla og hérna að sjálfsögðu er tónlist. Auðvitað erum við með tónlist. En svo gleymum við kannski að slekka tónlist og allir fara að gera eitthvað annað. Þá er þetta ekkert annað en bara hávaði. Svo kemur einhver og slekkur. Vá, hvað þetta var gott! Nú við þurfum að snúa okkur og svo þessi þarna punktur ekki fallið, þá greif ég að halda barnið hafa heyrt það sem sagt var. Og ég var búin að segja þér þetta. Ekki halda, verum aðeins krítiska á okkur sjálf, hvernig tölum við, hvernig erum við, það er fagmannska. Snúa sér að barninu. Já, og munum að við berum ábyrgðina á hljóðvistinni og okkur ber að finna leiðir þar sem við erum að gera hérna í dag. Og þetta vinnu umhverfi barna og kennara. Það er ekki hetjuskapur að vinna umhverfi sem getur skaðað eða haft neikvæð áhrif á líðan barna og fullorðinna og að bjóða sjálfum sér og börnum upp á ómikinn hávaði í daglegu starfi og segja, þetta er bara svona, það er alltaf óboðslega mikill hávaði, ég þarf bara að fara að fá mér eitthvað svona inn í eyru til þess að heyra þetta ekki. Það er bara eitthvað allt annað heldur en hetjuskapur og fórnfýsi. Takk fyrir mig.